Við tölum um rætur og brotin veldi, að með brotin veldi þá bara að meina þegar að veldið eins og almennt brot og þetta í raun og veru sami hluturinn. Þannig að til dæmis ef við segjum kvadratrótin af 4, þetta bara dæmi, að þá hægt að skrifa það upp sem 4 í veldinu hálfur. Því að kvadratrót í rauninni önnur rótin, en þessi tvistur aldrei hafður með, það bara að skrifa svona. Og þetta þýðir að svarið við þessu náttúrulega 2, vegna þess að 2 sinnum 2 eru 4. Við getum líka hugsað þriðju rót, til dæmis þriðja rótin af 8, það 2, vegna þess að 2 í þriðja veldi 8. Þetta, annar ritháttur af þessu væri hægt að segja þá 8 í veldinu 1/3. Þetta bara mismunandi ritháttur á sama hlutnum. Þannig að kvadratrót þá hægt að skrifa upp sem veldið hálfur. Þriðja rót myndi vera veldi 1/3 og þá væri fjórða rót eins og þá veldi 1/4. Þannig að þá getum við farið að skoða regluna og einhver dæmi. Og ég geti svo sem klárað hérna að reikna út að þriðja rótin af 8 auðvitað 2. En þetta reglan. Og hún segir að ef þú ert með bara venjulega rót, aðra rót, sem þá bara yfirleitt ekki skrifað, eða þriðju rót, eða fjórðu, eða 5, þá kemur sú tala hér. Og ef það veldi inn í rótinni hérna, þá kemur það svona fyrir ofanstrik. Skoðum bara nokkuð dæmi. 100 í veldinu hálfur. Hér bara verið að biðja kvadratrótina af 100 og það 10, vegna þess að 10 sinnum 10 100. Þetta sem sagt sami hluturinn eins og þú fengir dæmið reiknað út kvadratrótina af 100. Sama hátt 49 í veldinu hálfur þá kvadratrótin af 49 sem 7. Því að 7 sinnum 7 49. Og það mjög gott að kannast aðeins við bara þessar ferningstölur, eins og 2 í öðru veldi 4, 3 í öðru veldi, nú ætlum ég bara að segja 3 í öðru veldi, það náttúrulega sama eins og 3 og 3. Það 9, síðan fáum við 16, 5 í öðru veldi 25 og ef við höldum áfram þá fáum við 36, 49, 64, 81 og 100. Þetta eru ferningstölunar. Og þá auðvelt að ef þú kannt þetta, hugsa hver kvadratrótin 81, það 9. Alveg eins og að 81 í veldinu hálfur þá líka 9. Því að hálfur og kvadratrót, hálfur í veldi og kvadratrót sami hluturinn. Síðan gott að kunna líka þriðja veldi. 2 sinnum 2 sinnum 2, það 8. Þannig að 2 í þriðja veldi 8. Og síðan 3 í þriðja 27, 4 í þriðja 64, 5 í þriðja 25. Það mjög ólíklegt að komi stærri tölur sem maður þarf að reikna í huganum. En ef þú kannt þetta, þá getur þú líka mjög snöggt séð að 125 í veldinu 1/3 gefur 5. Annar ritháttur, sami ritháttur, myndi vera að biðja þig að finna þriðju rótina af 125. En þú sérð að 5 í þriðja veldi 125. 125 í veldinu 1/3 5. Þannig að þetta eru svona andhverfur. Þá væri til dæmis kvadratrót
er andhverfa við annað veldi. Og það sem breytist núna með því að læra brotin veldi er að í staðinn fyrir að skrifa kvadratrót þá skrifa maður hálfur. Og ef við margföldum saman hálfur sinnum 2 að þá sést að þetta dettur út og gefur okkur bara 1 sem er svona hlutleysa í margföldun. Þess vegna tölum við að þetta séu andhverfur. Maður getur farið svona fram og tilbaka og tökum bara 4 í þriðja er 64, þá veistu að 64 í veldinu 1/3 er 4. Og ef að 3 í þriðja er 27, þá er 27 í veldinu 1/3 sama og 3. Þetta 2 í þriðja er 8, þá myndi 8 í veldinu 1/3 vera 2. Þetta er svona einföldustu dæmin, en þessa reglu hérna þarftu að glósa vel og reyna að læra algengustu ferningstölurnar og svo 5 fyrstu tölurnar sem eru settar í þriðja veldi. Það er mjög gott og flýtir fyrir að kunna það.